að taka létt spjallina bara, svona lífið og tilhörunum. En hvernig þetta búið að vera svona hingað til, svona bara þínu sjónarhorni? Bara ein besta körfuboltaupplifun sem ég hef upplifað, þú veist. Inn á vellinum og utan vallar, þú veist, þetta er búið að vera svo svona langur undirbúningur og svo langt mót, þó svo þetta sé ekki margir dagar, en mótið sjálft. Það er bara að vera í kringum þennan hóp og fá allt þetta fólk til að fylgja manni hingað, bara fylgja forréttindi og já, bara gera mann smá svona emotional líka við að sjá myndir af öllu fólkinu sínu og þú veist, gaman að sjá hvað allir að hafa gaman hérna og bara ánægja með lífið, sko. Eitthvað svona moment sem tekur úr þessu hingað til? Eitthvað svona mann sem kemur strax upp í hugan? Þjóðsöngurinn örugglega. Þú veist, og ég bara eins og í gær þegar það var slökkt á á undirspilinu og einhvern veginn öll stúkan syngur með, þú veist. Maður var eiginlega klökkur þá og þú veist, bara heyra stuðninginn í stúkunni og hvernig bara stuðningurinn yfir höfuð er búinn að vera þarna. Þetta er bara eiginlega ólýsanlegt og sýnir svona samheldina í körfuboltafjölskyldunni. Við förum í þig aðeins svona persónulega, náttúrulega pabbiðinn búinn að gera þetta allt, eða svona ekki alveg allt þetta, en samt langar að spyrja, ertu að leita svolítið í reynslubankann hjá honum svona milli leikja eða núna í keppninni? Já, við tölum saman þú veist, á hverjum degi og fyrir og eftir leiki og þú veist, stundum er gott að fá ykkur ráð, stundum er gott að tala um eitthvað allt annað en körfubolta. Þú veist, en það er bara gott að hafa nú, veist, til að vita á hann, maður sé alltaf til staðar, þú veist, við sama hvort að sé eitthvað körfuboltatengt eða eitthvað annað. Þú veist, það þarf ekki alltaf að vera eitthvað svona, hvað segir maður, þú veist, hann er ekkert að gefa manni eitthvað points alltaf eitthvað körfuboltalega séð, það er líka bara, þú veist, það andlega, þú veist, að svona uppáhaldsfrasin hans er ekki tapa gleðinni. Þú veist, og það er svona sem maður reynir að temja sér, þú veist, þegar maður er í svona löngu og ströngu verkefni þá getur það reynt, jafnvel bara meira á andlegu hliðina frekar líkamlegu hliðina. Og þá svona kannski fara sömu hluti meira í taugarnar á manni en gerist og þá er maður að reyna að temja sér það í hugarfara, þú veist, að má ekki tapa gleðina og vera líka að njóta augnabliksins og fá að svona taka inn alla þessa upplifun, þetta eru algjör forréttindi. Við förum nú bara beint yfir í Frakkana næsta verkefni, hvernig svona sér það fyrir þér? Það verða vantanlega erfið eins og kannski allir leikir inn? Já, ég myndi svona fyrirfram var þetta erfiðasti leikurinn, þetta er bara topp 3 í Evrópu með þetta lið og það verður mjög erfitt verkefni en við erum staðráðnir því bara að halda okkar stríki og spila á fullu og gefa allt í þetta og lifa með útkomunni. Það er ekki hægt annað en þú ert með svona stuðning á bakinu að gefa allt í þetta. Kærar þakkir, Elvar.